Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst þá ég búin að fá hingað í setti til minn mann sem að gegnir ansi mörgum hlutverkum. Hann heyrnarfræðingur, kúabóndi og bruggumeistari, rekur ferðaþjónustu og bari. Þetta ótrúleg kynning á einu manni. Hvernig fer það þessu? Já, það bara nota tíman og halda áfram, böðlast þínu. Segðu okkar aðeins frá þessum ólíkum hlutverkum þínum. Hvað þú ert að gera á hverjum stað? Já, það við getum tekið bara seinasta sólarhringinn. Í gærmorgun þá, eftir ég var búinn að koma börnunum frá mér, þá fór ég í brugghúsið að gera klárt fyrir pantanir sem að þurfti að fara til Reykjavíkur, aðallega á barinn minn og reyndar á bjórhátíð sem annað kvöld í Reykjavík eða á morgun, sem bjórhátíð þar sem að bandaríski bruggarar koma með gám, með Eimskip og setja niður á hafnarkantinn hjá Eimskipum og þarna verða eitthvað ég veit ekki hvað það verður, eitthvað á annað 100 bjórar held ég og sennilega á 4.-5. tug bruggara og væntanlega vel á annað 1000 gesta. Þannig ég var að gera það klárt. Svo seinnipartinn þá komu bruggarar frá Maine og við brugguðum einn bjór sem við vorum búin með svona kvöldmatarleytið og þá tók við barinn minn sem ég þurfti standa vaktina á í gæri vegna smá mistaka hjá sjálfum mér og svo svaf ég pínu nótt og núna ég að vinna hérna á Akureyri sem heyrnarfræðingur sem ég geri yfirleitt á föstudögum. Og svo ertu kúabóndi líka? Já, það nú kannski meira að nafninu til. Ég til dæmis vegna góðæris, ekki bara peningarlegs í þjóðfélaginu, heldur veðurfarslegs, þá lauk heyskap 16. júní, hefur aldrei gert fyrr í slætti og ég fagnaði þeim tímamótum ásamt þess að ég fór aldrei sjálfur upp í dráttarvél. Þannig að ég með gott fólk í því eins og víða. En þessi heyrnarfræði staða, þar tekur föstudagurinn í það? Nei, það miklu meira en það sko. Það bara á Akureyri, ég fer sennilega á nálægt 20 staði á landinu og þannig að þetta nú mín aðalvinna í raun og veru að vera heyrnarfræðingur. Og það getur vel verið að þessi svona gæjalegra að vera bruggari en hitt svona stabíla. Og ég ferðast landið, kem allstaðar við nema Suðurfjörðum, Vestfjarða og fer ekki á Höfn í Hornafirði en ég dekka annars landið má segja. Og þá fer ég á sumarstaði eins og hingað nánast vikulega, aðra staði mánaðarlega og svo á smærri staði sjaldnar. Og þú ert staðsettur í Skagafirði, þar heimavöllurinn. Já. Og gerir út bara þaðan? Já. Það má segja það. Ég reyndar svona á þeim tímamótum að ég bý nánast aðra hvora viku í Reykjavík og aðra hvora á Króknum. Og þegar ég í Reykjavík þá sinni ég heyrnarvinnunni frá Reykjavík að miklum hluta til. Og svo hina vikuna sem ég á Sauðárkróki þá tek ég kannski nærsvæðið þar en að megninu til vinn ég heyrnarvinnuna aðra hvora viku og þá gert út frá Reykjavík. Þá flýg ég á flesta staði. En ég býna áhugasöm þetta heyrnarfræðistöðu. Hvað gerir heyrnarfræðingurinn og hver munurinn á hálsnef- og eyrnalækni og heyrnarfræðingi? Hálsnef- og eyrnalæknir, hann nennti að vera í skóla lengur heldur en heyrnarfræðingurinn og gat það. Nei, þetta nú svona sitt hvor hliðin á sama máli. Ef að fólk heyrir illa þá sækir það til annaðhvort læknis eða beint til heyrnarfræðings. Og sé eitthvað sjúklegt í gangi þá það á borði, jafnvel skurðborði hálsnef- og eyrnalæknisins en ef þetta eins og ég oft segi bara ellikellingin, hávaðasekkurinn eða erfðaprinsinn sem að hafa unnið á þá ekkert við því að gera ekkert hægt að lækna en þá þarf maður eða getur maður fengið sér hjálpartæki sem í þessu tilfelli eru heyrnartæki og þar kem ég að, ég heyrnarmæli fólk og sé ekkert sjúklegt að, þá yfirleitt mæli ég með heyrnartækjum fyrir það, finni það þörf til þess að bæta stöðuna. Hvernig staðan á heyrnartækjum í dag? Ég man nú eftir svolítið að þegar fólk var að kvarta yfir ískri, yfir að þetta var ekki alveg, og jáfnvel að fólk væri ekki bara að fara að heyra illa, heldur kannski heyra illa í hávaða en heyra ágætlega hvísl eða eitthvað svoleiðis. Er þetta flókið?
Já, þetta ótrúlega flókið. Til dæmis að heyra í hávaða allt annað en að heyra í þögn. Þetta alveg eins og að ganga á þurru landi eða vaða í djúpu vatni. Og þá spurning hversu skóbúnaðurinn hár, hvort maður vaði upp fyrir eða ekki. Og það eins og með heyrnina, að það fer eftir því hversu góð hún hvort maður nái að fylgjast með því sem sagt og skilji það sem sagt við krefjandi aðstæður eins og í hávaða. Skvaldri, það þarf ekki að vera mikill hávaði, það bara fjölskylduboð, jafnvel þarf ekki annað en uppþvottavél að fara í gang og þá getur hún yfirgnæft þau hljóð í talmálinu sem eru orðin veik hjá þeim sem hafa misst heyrn. Því að heyrn, hún dofnar ekki jafnt á öllum tíðnum yfirleitt. Það oftast eru það skærari tónar sem að minnka fyrst og það eru í talmálinu hljóð eins og þ og eð og f og s sem að þá verða veikari en önnur hljóð og þegar svo komið þá að heyra svipað eins og að lesa bók þar sem búið að skyggja yfir þessa bókstafi. Þá getur orðið erfitt að skilja, hafið maður nógan tíma þá getur maður getið í eyðurnar en því ekki heilsa í margmenni til dæmis. Þá gerast hlutirnir hratt og það skvaldur og hávaði sem að deyfa eða komið veg fyrir að þú heyrir þessi hljóð og þá hættur að skilja. En getur þetta orðið síðan, maður hefur stundum heyrt að fólk sé að fresta því að gera þetta aðalega vegna þess að finnist það kannski jafnvel eitthvað feimnismál að vera með tækin og að þau sjáist og kannski aldurskomplexari í því samhengi öllu að kannski vera í ákveðinni afneitun á það en á sama tíma fara að missa svolítið með stjórn á aðstæðum. Ertu að finna fyrir því að þetta sé erfitt skref fyrir suma að koma? Já, illu best á frest skotið og segja sem en þetta erfitt og ég held það ekki svo mikið pjatt eða hræðsla við að sýna þessi með eitthvað í eyrunum því að það annarhver maður menn ganga á göttunum talandi við sjálfan sig kannski reyndar að tala við eitthvað annan en það annarhver maður með eitthvað í eyrunum og það ekki lengur sérstaklega mikið feimnismál en ég held að það sé meira það að horfast í augu við sjálfan sig og sætta sig við það að maður ekki fullkominn og það finnst mér minnst býsna erfitt að horfast í augu við og hef kannski ekki gert ennþá en það oft erfitt skref að viðurkenna það fyrir sjálfum sér og öðrum að maður þurfi hjálp. Þetta á við svo margt ef maður líður illa í sálinni að það segir maður, ber maður ekkert á borð og fara til sálfræðings til stórmál fyrir suma svo þetta bara hversdagslegt fyrir aðra og það verður algengara þú veist í þessu þjóðfélagi sem við lifum núna í þá gengur annar hver maður til sálfræðings og þó að amma manns og afi myndu nú segja að það sé ekkert að manni nema bara eftirtektarleysi og óþekkt en í heyrninni það alveg eins að það breytist ekki að heyrnin skerðist með tímanum og kröfur fólks til þess að taka þátt í samfélaginu eru kannski meiri núna en var. Maður vill lifa lífinu lifandi og heyrnin gluggi okkar að samfélaginu og maður endist ekki lengi við að horfa á hvern annan, maður vill hlusta því að ef þú heyrir ekki þá talar ekki heldur. Hefur eitthvað tíðan upplifað að hafa fengið eitthvað það sem þetta hefur breytt verulega miklu fyrir viðkomandi svona persónulega? Nýtt líf heyri ég mjög oft og ég að spá í það hvort ég sé áskrifandi að tímaritinu en nýtt líf segja ótrúlega margir, þetta alveg eins og nýtt líf og þá velti ég fyrir mér, ég vona að það sé þá minnst betra en það gamla en auðvitað það að menn bara allt í einu upplifa það að þeir hafa farið í þægindaramma sem var miklu minni heldur en hann þurfti að vera. Maður leitast til þess að vera þar sem manni líður vel og þeir sem eru heyrnarskertir, þeir fara að borða súrmatinn heima hjá sér, hætta að fara á þorrablót og skemmtanir, mannamót. Jafnvel fara að bjóða einum í mat en ekki 7 og svo framvegis. Þannig að menn minnka, þetta hefur félagsleg áhrif á fólk ef að heyrnin skerðist. Nákvæmlega. Gaman að fá þig í heimsókn og bara virkilega fróðlegt og ótrúleg multitask og gaman að fylgjast með. Ég vona að fólk hafi haft áhuga líka að drífa sig þá að heyrnin okkar, hún hluti af lyklinum að því að eiga í samskiptum og þar af leiðandi velíðan. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.